Það farið að síga á seinni hlutan hjá okkur hérna í föstudagsþættinum en við ætlum að sjálfsögðu að fá smá tónlist í lokin en áður en að því kemur þá ætlum við að tala aðeins hinsegin Austurland. Það ekki vegið þar sem að hinsegin dagar hófust á dögunum. Hingað til mín eru komin Jódís Skúladóttir sem formaður hinsegin Austurlands og Ármann Einarsson tónlistarmaður. Verið hjartanlega velkomin, bæði tvö. Takk hérlega. Við byrjum bara á hinsegin Austurlandi. Hvernig kom það til? Sko, það nú eiginlega þannig að ég að austan sjálf og alin upp á Egilsstöðum og þegar ég að koma út sem lesbía fyrir ansi mörgum árum síðan þá var staðan eiginlega þannig að á Austurlandi hafði ég engar fyrirmyndir, ég þekkti ekki neitt til hinsegin fræða eða málefna og ég var bara rosa ein og síðan auðvitað liðinn langur tími og síðan hefur komið til internetið til dæmis en það kom mér samt á óvart hversu einangrað hinsegin fólk á landsbyggðinni Þetta auðvitað gömul saga og ný og í gegnum bara árhundruðin hefur hinsegin fólk allstaðar í heiminum leitað í þéttbýlið og fjölmennið til að finna sess og hugmyndin sem kveiknaði hjá mér var einhvern veginn að búa bara til pláss og ég hafði samband við góðan vin minn fyrir austan og við fórum bara á stað með þetta verkefni og stofnuðum þetta félag. Einmitt. Og það hefur heldur betur undið upp á sig, ekki satt? Já, og strax frá bara í upphafi fengum við ótrúlega góðar viðtökur. Það voru yfir 50 manns á stofnfundinum sem var í desember 2019 og við höfum bara fundið gríðarlegan meðbyr og velvilja og stundum það bara þetta sem þarf. Það þarf bara einhvern veginn ákveðið skref því að sko hinsegin fólk aldrei eitt í sinni mannréttindabaráttu. Þar skiptir bara sýnuleikinn ótrúlega miklu máli og þá skiptir mestu máli að allir hinir standi við bakið og standi með sýnuleikana. Og það hafa Austfirðingar svo sannarlega gert. Það frábært að heyra að þetta farið svona vel af stað og allir að vilja gerðir að styðja við bakið á þessu merkilega og góða framtaki. Og núna réðust því að gera tónlistarmyndband, ekki satt? Jú, við fengum þessa kannski gölnu hugmynd en það sem við höfum aðalega staðið fyrir eru litli viðburðir og fræðsla fyrir alls konar félagasamtök, einstaklinga og stofnanir og það sem skiptir mestu máli í dag í baráttunni fyrir mannréttindum hinsegin fólks í rauninni sýnileikinn. Og þannig kom þessi hugmynd til, hvernig getum við náð bara augum og eyrum sem flestra? Já. Og við ákváðum að fara þessa leið. Einmitt, já, tónlistin náttúrulega afskaplega góð leið til þess og það í gegnum tónlistina sem þú kemur inn í þetta allt saman, Ármann, ekki satt? Jú, Jódís hafði samband og baðum að hjálpa. Já. Maður segir ekki nei við Jódísi. Nei. Það veit ekki gott. Og þú bara lifandi sönnun þess sem við vorum að ræða að allir að vilja gerðir að styðja við bakið á góðu málefni þegar til kastana kemur. Já, það Og hvernig, sko, sömdu þið lag sérstaklega fyrir þetta eða þetta lag sem við þekkjum eða hvernig það? Við sömdum þetta ekki og þið þekkið þetta ekki. Nú, já. Þetta sænskt lag sem var gefið út á 8. áratugnum og sem sagt, já, þetta lag sem bara fór svona lágt á sínum tíma held ég. Já, en gengur núna í endurnýjun lífdaga. Já. Það nú bara afskaplega umhverfisvænt að endurnýta á svona, þannig að ég held að það sé bara mjög vel til fundið. Já. Og sér þú þá útsetningu og annað slíkt? Já, svona, sem sagt, ég spilaði þetta inn, sem sagt, spilaði hljóðfæri og svoleiðis inn og sjálfsögðu studdist ég mikið við gömlu útsetninguna því hún var svo skemmtileg. Já. Það mátti ekki alveg, við vurðum að halda þessari tilfinningu sem í laginu og þannig ég var ekki að breyta miklu en svona, ég spilaði þetta inn og hafði mína sýn á hvernig ætti að vinna lagið og Já. En textinn, hvernig varð hann til?
ég ásamt góðu fólki, Stefáni Boga Sveinssyni og Ingunni Bylgju Einarsdóttur, við færðum þennan texta yfir á íslensku eða við bara sömdum nýjan texta og út frá því markmiði félagsins að lagið heitir Velkomin heim og eða Við komum heim og einmitt þetta sem ég var að tala að á Austurlandi sé pláss fyrir okkur öll, hvernig sem við erum og textinn bara út frá þeirri hugmyndafræði. Já. Þau reyna að snúa við þessari þróun að hinsegin fólk þurfi alltaf að leita í þéttbýli. Það sé möguleiki að koma kannski á sínar æskuslóðir og eiga bara gott líf þar. Algjörlega og það einhver gömul mýta að 10% mannkyns séu hinsegin og ef við tökum 10% af Austfirðingum sem þurfa vegna kynhneigðar að flytja af svæðinu, þá það bara mjög blóðugt fyrir fjölbreytileikan, af því að við erum alls konar fólk, við erum menntuð, við erum úr öllum stéttum fötluð og ófötluð og alls konar uppruna, þannig að það bara blóðugt ef að einhver hópur innan svona samfélags þarf alltaf að fara til að finna sinn sess. Heldur betur og bara blóðugt fyrir landsbyggðina yfir höfuð að missa fólk annað. Vissulega. Þannig að þið reynið að fanga þetta í textanum. Já, við gerum það og viljum bara hinseginleikan heim. Það ekki neitt eitthvað einkamál 101 Reykjavík. Nei. Hinsegin málefnin og hinsegin Austurlandi sem sagt undir samtökunum 78 og eigum í mjög góðu samstarfi við þau og hafa svo verið að spretta hinsegin Vesturland og fleiri félög. Þannig að þetta bara mál alls Íslands. Og hverjir syngja lagið, svo höldum því nú til haga líka? Okkur fannst mikilvægt að leita í mannauðinn fyrir austan og við fengum ungt listafólk, ungar tónlistakonur, ungt kvikmyndagerðarfólk til þess að vinna verkefni með okkur. Söngkonurnar heita Emilía Anna Óttarsdóttir, Gyða Árnadóttir, Heiðbjört Stefánsdóttir, Ragnhildur Elín Skúladóttir og Sofía Tandrup. Og svo ljá raddir sínar Páll Óskar Hjálmtýsson og Prins Pólo. Já, glæsilegt. Já, þetta frábært. Einvalalið. Já, einvalalið, frábært samansafna fólki greinilega. Valin manneski í hverju rúmi. Og sagt, við ætlum að fá að sjá afraksturinn hérna núna í lok þáttar. Svona eitthvað annað sem þarf að koma fram með þetta? Talar þetta ekki bara sínu máli? Jú, ég held það. Ég vil bara nota tækifærið og þakka öllum sem lögðu okkur lið við gerð bæði lagsins og myndbandsins og þær frábæru viðtökur sem við höfum fengið undanfarna daga. Já, frábært. Lagið hefur fengið bara gríðarlega athygli og spilun og við erum bara einlaglega þakklátt. Það fyrir öllu. Þannig að ég held að við bara fáum að sjá þetta hérna í lokin. Bara þakka ykkur báðum kærlega fyrir að koma hérna í þáttinn og segja mér frá starfinu og tilurð myndbandsins og endurnýtinguna á þessu sænska lagi. Það frábært að heyra og gangi ykkur bara vel áfram. Já, kæra þakkir. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir. Föstudagsþátturinn verður þó ekki mikið lengri að þessu sinni. Við ætlum sem sagt að fá að slá botninn í þáttinn með hinsegin Austurlandi og þessu glæsilega myndbandi. Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að horfa. Sjáumst þá. Við komum heim, komum heim, komum heim, komum heim, við erum velkomin. Komum heim, komum heim, komum heim í breiðan vatn. Það pláss, það pláss, við lifum á hausins. Komum heim á lið í Austurland.
Hugsum hvar erum við stödd, fjölbreytileikinn okkar, mannauður, frelsi og ást, hlýjan og gleðin og lokkar, við eigum að láta það sjást. Við komum heim, komum heim, komum heim, komum heim, við erum velkomin. Komum heim, komum heim, komum heim, við reyna það. Það er pláss, það er pláss, það er pláss fyrir lit og mannlífsins. Komum heim, að litríkustu land. Við komum heim, komum heim, komum heim, komum heim, við erum velkomin. Komum heim, komum heim, komum heim, við reyna það. Það er pláss, það er pláss, það er pláss fyrir lit og mannlífsins. Komum heim, á litríkustu land. Að taka sér pláss hér í heimi, á fjölbreyttum litríkum stað, þurfa ekki að lifa í leyni og vera sem óskrifað blað. Austurland litríka góða, náttúra vættir og tröll, heiminum öllum að bjóða, veriði velkomin öll. Við komum heim, komum heim, komum heim, komum heim, við erum velkomin. Komum heim, komum heim, komum heim, við breiðan val. Það er pláss, það er pláss,